Já, hér erum við enn í föstudagstættinum og nú ætlum við að beina sjónum okkar að hátíðinni miklu, einni með öllu, sem við segja með hvað rauðkál undir og kokteilsós ofan á, eða hvernig þessi hátíð? Það nú bara vilt allt undir þessa helgi og einni með öllu. Já, það eitthvað í boði fyrir alla, alltaf, allstaðar, nánast sko. Bærinn bara undirlagður að afþreyingu fyrir fjölskylduna og nú náttúrulega bætist við þetta glæsilega mót hjá MFÍ, unglingalandsmótið, sem að gera þetta nú bara enn skemmtilegra. Já. Þú kvíðir því ekki neitt, Halldór, að það verði allt of margir hérna í bænum? Nei, það nú aldrei var margir. Akureyri náttúrulega þjónustum bær, gamall, og stofnaður svoleiðis og það ennþá í dag. Það eru góður grunnviðir í bænum til þess að taka á móti miklu fjölda af fólki. Og við erum með stór svið til þess að skemmta mörgum. Þannig að við tökum bara vel á móti þessu og önnum þessu bara bríðis vel held ég. Við byrjuðum þetta svolítið í gærkvöldi með beinni útsendingu hjá okkur hérna N4 með 50-dags feeling. Hvernig fórst í feeling? Já, ég reyndar fór í feeling fyrir löngu síðan og þetta var kannski hámarkið að svona undirbúningsfeelingnum. Þetta náttúrulega bara byrjunin á einni með öllu og þarna var hún sett og náttúrulega kvöldvaka MFÍ var þarna, fyrsta kvöldvakan á sama tíma þannig að það var mjög gaman að sjá hvað var fjölbreytt flóran af fólkinu sem var þarna. Ég þekkti kannski 30% sem nú bara jákvætt sko. Já. En svo fyrir þá sem ekkert vita og halda þetta sé sko handla á Akureyri, hvernig ein með öllu? Hvernig hugsið hana? Hvar hún í bænum og hvað það að bjóða upp? Förum aðeins í þetta. Þegar við tökum bara heila klappið þá ein með öllu. Hún í rauninni Halló Akureyri leggst af upp úr aldamótum. Og frá svona 2005-06 þá hefur ein með öllu bara snúist fjölskyldufólk og reyndar fyrir þann tíma líka. En þá byrjar þessi viðsnúningur og í dag og seinustu ári þetta náttúrulega fyrst og fremst fjölskylduhátíð. Hérna eitthvað í boði fyrir alla eins og við nefndum, bæði fyrir litlu börnin og jafnvel þá sem eru lengra komnir. Við erum með viðburði frá því að vera með Söngvaborg, Sveppa og Villa, við erum með Amabadama til að spila fyrir úlingana og kannski fullorðna fólkið og svo fyrir við iðnaðarsafnið, við erum upp gamla tíma og bjóðum upp á þessa frægu eina með öllu, rauðkál undir og kók í bauk. Þannig að hátíðin og hennar bragur í rauninni rosalega fjölskylduvænn, þannig að það geta allir verið allstaðar alltaf, nánast. Og þegar ég meina allstaðar þá ég að tala reyndar nokkur svæði kannski sem við afmörkum okkur á. Og það til dæmis allur miðbærinn. Hann lokaður bílum? Já, hann bara lokaður bílum og það byrjar klukkan 2 í dag. Og þá erum við með hátíðardagskrá í kvöld á Ráðhústorgi klukkan 8, eins á laugardaginn. Í dag klukkan 4 kirkjutröppulaup sem ég veit að stjórn MFÍ ætla mér að senda liður en að fá farandspikarinn í sínar hendur. Það voru gaman að sjá það. Og á morgun vissulega erum við líka með mjög góða barnaskemmtun klukkan 2 á laugardeginum á Ráðhústorgi. Mömmur og muffins í listigarðinum, alveg æðislegur viðburður. Þá það að baka muffins og selja til þess að styrkja deildina innan sjúkrahússins. Alltaf tekið stafar vel og alltaf verið mjög svona kósí stemming þar, notaleg. Og á sunnudaginn þetta á iðnaðarsafninu, ein með öllu og rauðkáli undir. Og svo endum við hátíðina á flautinni neðan við samkomuhúsið, leikhúsflautinni eða getum kallað hana það, með alveg risa sparitónleikum. Og eins og kom nú líklega fram hérna áðan, þá þetta líka í rauninni slúttu MFÍ, unglingalandsmótsins í ár. Þannig að það verður vegleg flugveldasýning. Já, flugveldasýning og flott atriði og líka bara mikill fjöldi fólks og það alltaf gaman, þá í rauninni bara vera líf og meira líf alltaf gleðiefni og það má kannski líka taka það fram í sambandi við þetta allt að í miðbænum við Hof og upp í Réttarhvammi við Hlíðarfjallsveg þá eru afþreyingarsvæði þar sem við erum með 2 tífóli í bænum og það eru paintball, lasertag, það skiptir ekki máli. Allt sem í boði í afþreyingu í Íslandi í rauninni á Akureyri helgina út allan bæ. Já, þannig að það ætti engum að leiðast. Nú búa Akureyringar svo vel að hafa frítt í strætó, það verður ekkert hætt við það þessa helgi, það? Nei, og það eru meira þess að auka ferðir frá tjaldsvæði MFÍ, ég skildi það rétt, þannig að ég hvet fólk bara eindreiði til þess að nýta samgöngur, almenningssamgöngur vel. Leggja bílnum og annarkvort labba eða bara taka strætó. Endilega, og þó það sé að labba þá þetta nú ekki langt og kannski aðalega varðandi sunnudagskvöldið og það verður mikið af bílum, þannig að það gott að undirbúa sig vel og taka með sér teppi og kannski labba smá spöl og til að forðast það að vera kannski fastur í bílnum í 5 mínútur, það verður samt líklega ekki lengra. Og eitt bara allt að komið að reglur hundahald í samþykktum Akureyrarbæjar, að kenna sér þær, það svona, við reynum að fara vel með dýrin okkar þegar það verður svo mikið margmenn í bænum að við bara höfum hugað því
litlu greinu líður oft ekki vel svona með mannfólkinu þegar það svona, eru svona margir samankomnir. Góður punktur. En eitthvað svona sem að þú vilt segja við fólk sem hefur kannski, það til fólk á Íslandi sem hefur aldrei komið til Akureyrar. Já. Eitthvað sem það þarf að vita, sérstaklega? Það í rauninni bara það að hérna í rauninni allt til alls og allt í boði fyrir alla. Ef ykkur langar að eiga notalega stundum í fjölskyldunni eða jafnvel bara hver í sínu horni þá það erfitt en hérna, það allavega skemmtileg dagskrá bara allstaðar. Ég mæli með því að fólk komi hérna og upplifi þennan bæ, eins og ég nefndi áðan þjónustubær, það mikið úrval af veitingastöðum til dæmis. Kannski fyrir einhverja, það voru líka útsölur, það mjög skemmtilegt, það hvetur einhverja. Verslanirnar opnar eitthvað lengur? Já, meðal annars á Glerártorgi, það voru auka opnir nú í miðbæ Akureyrar líka. Já. Og það gefur þessu líka bara ennþá fjölbreyttara líf, sem mjög skemmtilegt. Já, þannig að það greinilegt að sko, allir eru þáttakendur, allt bæjarfélagið bara yðar af lífi og vill vera með í þessu. Já, það alveg svoleiðis og þessi hátíð náttúrulega líka bara, hún haldin af Akureyringum. Akureyrarbær heldur þetta og fyrirtæki Akureyrarbæjar og bæjarbúar halda ýmsa viðburði og halda þeim uppi og sækja þá. Á ekki bærinn að vera svolítið rauður? Já, og svo það náttúrulega eitt sko. Já, ég var farin að það? Já, það var svolítið gaman að hérna, eins og við hefum gert undanfarin ár, þá skreytum við bæinn rauðan og núna breyttum við aðeins sko forsendum á leiknum. Við höfum alltaf haft smá leik í kringum þetta til að hvetja fólk til þess að skreyta og það hefur alltaf gengið rosalega vel. En núna ætlar goði að vera svo veglegur að bjóða þeirri götu sem að skreytir hvað mest eða best að mati almennings. Grillpakka verðmæti 100.000 króna svona til þess að klára sumarið með stæl. Já. Og hvernig á almenningur að koma því að framfæri hvað gata flottust? Það hérna, við nýtum tæknina. Já, sjálfsögðu. Já. Hún komin norður, sko. Já, nákvæmlega, það mér þessu svolítið síðan, sko. Allt að gerast. En það allavega virkar þannig að þú nýtir Instagram sem svona myndaforrit og þar tekur mynd bara einhverju rauðu í götunni, allir í götunni eða einu húsi eða einni skreytingu, merkir hana með götuheiti og millumerkinu eða hashtaginu rautt ag. Þá þú komin í pottinn og svo fer fólk á heimasíðuna eina með öllu.is, skoðar allar þessar myndir og líkar við þær sem að þeim líkar við og bara sú gata sem að fær flest like, við slettum aðeins á Facebook-málum okkar, við kunnum öll á það. Já. Hún vinnur þennan pakka, þannig að almenningur í rauninni skreytir og almenningur ræður hver vinnur. Og eina sem við gerum bara að sýna fólki hvernig það lítur út og heimasíðan einmeðöllu.is. Þú talar aðeins söguna og við eigum náttúrulega marga gullmóla úr sögunni og eitt af því einmitt, þess vegna þú hingað komið, ekki? Það eru þín heimaböllin sem að við Akureyringar munum alltaf mjög vel eftir. Já. Hvað á eitthvað, það hefur verið að rifja þetta eitthvað upp árlega? Já, við byrjum 2009, þess að Deinheimar opnaði nú held ég 72, þannig að mikið af þessum aldri sem ennþá svona á róli eitthvað helgar og frameftir voru þarna og ólustandi upp og skemmtu sér þarna sem úlingar og svoleiðis. Við tökum við þegar hefðbundinni dagskrá líkur bara hjá þessum bæði hátíðinu og ungmennafélagsins. Þá leiðum við fólkin í nótina sem vill svona ekki alveg tilbúið að fara að sofa. Við dansa aðeins og hafa gaman. Hvað ætlið að gera þetta? Þetta hérna nýr á Oddvita sem að gamla Oddvitin eins og heitir. Stórt og fínt hús sem við fengum svona lánað aftur. Við höfum verið hérna undanfarin ár en nú hefur verið að breyta þessi í safn, glæsilegt safn. Og við svona fengum að detta inn á að þetta væri alveg tekið í gegn og kannski við yrðum einhver bara eftir að inn á safnið. Já, akkurat spurning hvort við endum síðan bara safnið þarna sko og erum búin að vera þarna í vikunni að gera þetta svona ballhæft og bara kemur vel út. Hverjir er þetta við? Já, við erum þarna þessir fjórir sem að höfum, svo núna vorum 5 en þarna erum orðnir 4 núna sem að vorum þarna plötusnúðar í gamla dag í Deinheimum og félagsmiðstöðum hér og þar í bænum og erum svona búin að vera brasi í þessu síðan þannig að við tókum þetta svona upp á næsta level fyrir, verða 6-7 árum. Já, en þetta þið láttu ykkur ekki duga eitt kvöld? Nei, það sem við gerðist, sko, þetta var bara flott sem eitt kvöld, sko, en síðan upplifum það og fáum mikið kvöld og svona út af því að fólk var ekki ánægt með tónlistavalið, því að það náttúrulega hægt og rólega á þessum árum kom önnur kynslóð sem að hlustaði á svo kallega 90s tónlist meira og þá hún gekk líka í Deinheimum, þannig að við þurftum að fara að sinna því einhvern veginn, þannig að við ákváðum að prófa að skipta þessu svona og það hefur hægt vaxið, en laugardagskvöldið enn var okkar svona stæðsti viðburður sko, en föstudagskvöldin eru bara búin að koma vel út og fara stækkandi.
Átti ekki einhverja góða sögu af þessu? Fólk að hittast á ný? Þetta svolítið reunion? Já, í rauninni það sem gerir þetta svona ekstra skemmtilegt, þetta bara, það mikið af fólki sem kemur að það sem fer ekkert endilega mikið út í dag. Ekkert út að skemmta sér, sko. En það gerir þetta svona einu svona ári, það fer þarna og þetta svona hálfgerðið mitt endurfundir. Og fólk kemur að sunnan og þeir sem að koma hérna norður. Já, brottfluttir af hlutum. Já, hittast mikið hérna og fylgir þessum börnum bara ótrúlega mikið svona gleði og góð tilfinning. Það einhvern veginn þannig. Þannig að það bara að ná í dansskóna og vera þarna, maður má vera bæði í kvöldin, það ekkert... Já, þeir duglegustu geta, það sjálfsögðu, sko. Og það bara að dansa út í eitt. Já, þetta bara, það stórt dansgólf og það bara fullt og mjög gaman, fullt dansar alveg. Þarf ég aðeins að endurvekja bara dansmenninguna aftur? Jú, eins og ég segi, hún hefur hratt fallið, sko. Þetta orðið meiri svona minni staðir, pubbar og eitthvað svona. Ég held að sé bara eitt dansgólf svona nett í rekstri dagstælega hérna á bænum helgar. Þannig að nú bara... Eða fyrirgjöð, svona. Já, svona. Á litlu stöðum, sko. Hérna áður fyrir var þetta náttúrulega bara stóri salinn og það voru... Og 1929 á sínum tíma, þessi staðir ekki. Það var alveg hægt að halda sig góðu formi bara því að dansa helgar. Og er enn hægt. Það hollt að dansa. Það mjög gott. Maður brosir enn meira dansandi. En þeir sem ætla að koma og vera gestir okkar hérna á Akureyri, þeir hafa með sér burstaða dansskó og við hinn bara tökum það fram. Já, er það ekki? Jú, tökum vel á móti öllum. Það er ekki spurning. Er þetta búið að vera svolítið álag að vinna að einni með öllu? Er ekki búið að vera svolítið nóg að gera hjá þér? Jú. Ég er náttúrulega hluti af stóru teymi og góðir hlutir vinnast bara vel þegar að margir eru að og samankomnir og við erum bara glöð með þetta. Þetta gengur allt saman smurt, engin vandamál frekar en venjulega. Þannig að við bara hlökkum til þess að sjá þessa helgi, bara erum við ganga endanlega í garði kvöld og sjá hvernig þetta þróast með helginni og veðurspáin öll að batna, það hjálpar okkur oft. Ég til dæmis stend í miðbænum allan sólarhringinn alla helgina. Þannig að 1 gráða skiptir miklu máli fyrir mig, þannig að það alltaf að batna. Það er fínt. Það er ekki bara gott veður þar sem að fólk vill hafa gott veður. Það er bara huglegt ástand. Það er það sem við höfum sagt. Við teljum bros, ekki fjölda. Og það bros alltaf allir. Það er alltaf... Já. Nú þeir sem vilja komast inn á þessari dagskrá verður dreift allan bæ og alla trissur, alveg frá Blönduósi til Bakkafjarðar. Þannig að það er engin ástæða til að segjast ekki vita eina með öllu. Hún er vel kynnt land allt. Og við bara óskum að fólk komi hér og njóti bara Akureyrar helgina. Er það ekki bara? Ekki spurning. Það er besta mál. Takk fyrir að koma. Takk. Gangi ykkur vel. Takk. Við höldum áfram hér rétt á eftir.